Hello, 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 hello. Hello.
Sælir. Byrjar. Nei. Ha? Fyrir. Ég veit ekki hvort það muni vera fleiri hérna, sko. Hvað er það? Það er gala hjá Vestló, hann er Hafþeyrakki og Emil Dass er bara út í Danmörku eitthvað. Ég hef bara skoðið það einhvern veginn. Eins og ekki. Jú. Ég veist ekki það var bara í öðru ári. Nei, það er bara öðru ári. Er þetta ekki hann, þetta er árið kvöld, kostar því síðan? Jú. Þetta er átíðin hjá öðru ári, sko. Þetta er alveg risalt, sko. Og þetta er ekki ásáttíð hjá því öllum skóla. Sá. Ekki, sko, þriðja ári fær svona miklu stærri ásatíð. Bara fyrir sig. Það er svona lúmst eins og háskóla. Já. Fyrsta ári eitthvað þar. Ég veit ekki, ég var náttúrulega bara lærir inn í einhverju komp út af COVID á fyrsta ári, sko. Það er ekki. Hversu mikið þungirði var það? Jú, það heldur mikið þungildi. Já. Allir sem að vera 0-3 eða 0-4. Þið voru ógeðslega ljúfar að beila á Ég var í 8. og 9. bekk með þetta tókum í skólan og fór sem Það er svo Já. fært. Þetta var bara besti tími lífsmins. Já, þetta gerði eftir það sem er í grunnskóla. Já, gömur fyrir hann. Það er nú að leggja nöfnin eitthvað á minni, eða? Nei, ég er bara búinn að svona lesa lykilleikn hjá Þó og þarna fyrir nýjur og eitthvað. Og síðan er ég náttúrulega bara að læna upp hérna og reynir bara svona minna tölur og eitthvað. Þið liðið. Já, mér var bara sagt að redda því, bara, já. Og sóttur þetta, það var hýrt í þér. Já, heim sko. Bara einhver þróttarar. Já, Nonni heyri bara í mér, sko. Já, ok. Þannig er einhverjum alltaf, þú veist, úr hverju félagi og græja. Já, ég býst við því. Ég veit samt ekki alveg hvernig þetta er hjá öðrum félagum. Já. Ég er einu sinni að spila leik sem á Vístur og á Bærum. Já. Já, grenjandi úti eða? Maður sá það ekki hérna, sko. Ha? Já. Kristó og Arnar ég ætla að mæta með eitthvað sig. Hvað er það með það? Já, Jassi og Kristó líka ætla með eitthvað sig. Það er ætlum að Öllu er þar. Kemur ekki með það? Já. Nei, bælaður okkar er að mæta á mökkri í leiknum. Síðan ætlum við að skella okkur á Öllu leikinn. Já. Það ánægðablaðu er með bara. Ég var bara að byggja þetta á orðveginn. Já. Er ekki bara slíka einni öl í rosalega stanna eða? Ég. Þetta er ekki þessi að það er bjór, bara að halda áfram. Já. Já, sjú. Elskar það sem líður. Svo sem. Þetta er samt. Þetta er eitthvað rætt að Matrix streama og sína mér, þú veist, fullt af myndavélum svo ég sjáu meira hvað er að gera, þannig ég get til dæmis sagt að það er að komast ting sem að þeir sem eru að horfa á leikinn sjá ekki. Bara stream er bara eitthvað röff, sko. Já, það myndar með það. Já, sko, það er myndavél þarna, eða það sem maður lagði inn, 2 myndavélar þarna á Ármannshúsinu og 1 myndavél þarna. Hallu var samt að brjóla stilla, sko, vélina er hún að vera að opna síðan 8 í morgun. Nei, þú voru eitthvað að segja hana hjá Ós að það ætti að vera svona. Þetta er stream núna. Hvað varstu þetta? Það er leik. Nei, herri. Þú veist, þetta verður það sem verður stundum á YouTube, skilur við. Það er eitthvað mikið að dropa með þessu. Já, er það? Já. Það er ein hérna. Það er ein þarna, það eru 2 þarna á Ármannshúsinu þarna á endanum. Og síðan ein þarna á Ármannshúsinu. Þú veist þetta nett. Já, ég veit. Var þetta eitthvað? Já, Ós er eitthvað þessu. Hvað er þetta? Hann er ekki að mæta þetta? Hann er hérna.
Góðan daginn kæru áhorfendur, velkomin til leiks Þróttar Reykjavíkur á móti Þór Akureyri. Það er hellir demba inn í Laugardalnum en við munum ekki láta það eyðileggja frábæran leik. Þetta er fyrsti leikurinn á tímabilinu hjá báðum þessum liðum og munu bæði lið vilja ganga mjög vel á þessu tímabili. Árni Stefánsson, 5 Birgir Heimisson, 6 Árni Rafnarsson, 7 Rafael Viktor, 9 Alex Magnússon, Kristján Kristjánsson, Björn Fannarsson, Íslandsson, 9 Ragnar Óli Ragnarsson, 20 Marta Kristjánsson, 4 Ragnar Geirsson, 6 Gunnarsson. Það var góðan sigur við þessu styrksa. Við góðan nummer 1 í markkonunum Ísak Jökulsson, Guð Eiríkur Jónsson Lundar, 2 Jörgen Pettersen, 6 Emil Skúli Einarsson, 9 Viktor Atli Magnússon, 14 Birgir Björnsson, 19 Sextan Hansson, 20 Þóttar er Sigur Ólafsson. Dómarísins eru Þorsteinn Þórðarsson, forvörður aðstoðar Andri Vigfússon og Ragnar Höskuldsson. Og gestir Livi. Ef við rennum aðeins yfir liðin, Þróttur markmaður Þróttar nr. 12, Þórhallur Ísak Guðmundsson, nr. 2, Eiríkur Þorsteinn Blöndal Fili, nr. 5, Jörgen Pettersen, nr. 6, Emil Skúli Einarsson, nr. 7, Sigurður Steinar Björnmann, nr. 9, Viktor Andri Hafþórsson, nr. 14, Birkir Björnsson, nr. 19, Ísak Daði Ívarsson, nr. 22, Kári Kristjánsson, nr. 25, Hlynur Þórhallsson og nr. 99, Konstantín Iranchenko. Og lið Þórsara, nr. 1 í marki Aron Birkir Stefánsson, nr. 5 Birgir Heimisson, nr. 6 Árni Elvar Árnason, nr. 7 Rafael Alexander Romao Viktor, nr. 10 Aron Ingi Magnússon, nr. 15 Kristóf Vigtinsson, nr. 17 Fannar Daði Malmqvist Gíslason, nr. 19 Ragnar Óli Ragnarsson, nr. 23 Ingimar Arnar Kristjánsson, nr. 24 Ímar Geirsson og nr. 30 Bjarki Þór Viðarsson. Leikurinn er hafinn hérna í Laugardalnum. Þórsara borgar boltanum langt fram, Emil Skúli með skallan aðeins út í teginn samt og boltanum er hreinsað aðeins út lengra. Þóra halda hérna í boltan. Liðum er spáð frekar mismunandi núna samkvæmt fræðingum fótbolta.net. Þróttur er spáð í 8. sæti meðan Þór er spáð upp í öðru sæti. Þróttur er að halda hérna í boltan snemma. Kemur einn langur upp í fremstinu, smákist tilbaka. Aron kýr hérna með boltann, sendir rólegur út í vörnina. Við sýnumst Þórarinn vera að slá upp hérna í 3 manna vörn meðan Þróttarinn halda sig við 4 manna vörnina. Þróttur sýnist með vera í 4-4-2 eða einhvers konar útgerða 4-3-3. Þórsar halda hérna vel í boltan. Aron Ingi með sendina. Og vinnsla hérna hjá Þrótturum. Það er skotið! Hann fer lengra hann hjá maður hélt. Hann leit vel út. Þórsarnir héldu vel í boltan. En svona er fótbolti, allt getur gerst bara með einu augnaráði. Þróttarinn er auðvitað að koma upp úr deild eftir seinasta tímabil, gott seinasta tímabil sem komum aftur í deild. Inga síðan Þórsarana framalega á vellinum. Góð vinnsla tilbaka frá Ísaki, bolti kemur Þórsara ná aftur boltanum,
góð vinnsla aftur hjá Íki. Ísak 2004 er á láni frá Víking, efnilegu leikmaður. Bolti hérna upp frá Þórsurunum, hann reynir ekki eins við boltan. Rafael Viktor. Þórsaran er búin að vera meira að halda henni í boltan, ekki búin að komast neitt frá þið og Þróttur með einskotið í leiknum hingað til. En hérna kemur góður bolti, boltinn kemur fyrir, þetta er varist honum yfir skúr, mjög varist, góð sótt hjá Þórsaran komist einfaldlega upp kantinn en vel lokað hjá honum yfir skúla. Þórsaran er taka einkastið af boltanum bara í leik og kom hann neðar á völlinn. Ími Már hérna með boltan, með sendinguna fyrir. Þetta er ágætlega Þrótturum hættulega sig frá Þórsunum og Þórsara er fyrsta horni í leiknum. Aron Ingi er að stilla sér upp til að taka hornspinnuna. Þrótturinn hérna með boltinn út í vinstri. Ísaði með boltan, gerir þetta fáránlega vel, kemur með boltan fyrir og frábær skatti hjá Sigurðssonar, annar leikmaður á láni frá Víking og annar 2-4 til þessir leikmenn eru mjög efnilegir. Þórsarinn hérna að reyna að draga út úr þessu, gera það bara mjög vel. Þetta var mjög vel hjá Þórsurum og hérna innkast eftir við. Rafael sendur tilbaka, það fell að leiðinni yfir. Már með boltinn hérna vinstra megin, sendur þetta á Aron Inga, aftur á Ími Már. Og hann kemur boltanum allir niður á Bjarka Þór sem kemur með flotta skiptingu yfir hinum megin kantinn. Þetta er mjög góð bolt, Rafael Viktor inn og þetta er frábært spila hjá Þórsurum en vel varið. Mjög vel varið hjá Þórhalli. Ísak sent boltan langt hérna á Viktor sem gerir frábærlega þess að komast hérna inn fyrir Þórsara en vel varið hjá hann Ími. Sendur hann alla leið tilbaka Aron Birki sem kemur með hann langa fram. Heimir Skúli og Rafael Viktor vinnur þá bolti en vel hreinsa hjá Hlyn. Þetta er vel gert á Þrótturinn sem vinnur boltan tilbaka og missa hann svo strax á því boltinn kemur mynd aftur niður á Aron Birki.
Þór að koma með einn langan hérna inn fyrir Ingimann með skoti sem þetta vel varst. Boltinn hrekkur hérna til Fanata sem kemur með flottan bolta fyrir en þetta vel varist hjá Þrótturunum. Þó róa þetta aðeins niður. Nei, kom með flottan bolta innrir. En aðeins svo langur markspyrna fyrir Þrótturana. Þrótturar ætla að reyna að spila hérna úr mikilvæg pressu Þór. Þetta kannski að vilja. Langur bolti hérna fram á Ísakta sem er ekki einu sinni í hann og neða Þróttar vinna hérna tilbaka. Það Birkjason sem brýtur hérna. Hann svona fá ágætast meira til að setja boltan inn í en þeir gera það ekki. Þeir spila út. Boltin kemur hérna út vinstra megin á Ímum. Þetta er vel gert í Þrótturunum. Bolt kemur hérna út á Sigursnar. Þetta er rosalega góð vörn hjá Ími og alvöru tækling Tony Jörgen Petersen. Þórsaraf hérna aukaspyrnu taka hann strax. Við Heimisson hérna með boltan. Þá var þetta bara fyrir Þórsarana. 10 mínútur liðna hérna í leik, ekki rosa stórt færi, eitt ágætt færi hjá Þrótturum, nokkra hættulegnir hjá Þórsunum, en ekkert mark í leikinn hingað til. Hér er fyrirliðinn Eir Blöndal sem tekur það innkast. Gamboltan á miðjuna á krossin kemur hann niður á Egúla, kemur hann beint á Birki Björnsson. Það er að róa þetta aðeins niður núna. Búið að vera ágætis tempo í þessum leik. Eiríkur Blöndal hérna, finnur boltinn, fær hann aftur, kemur niður á Jörgen, finnur Hlyn sem finnur fábælega spil hjá Þrótturunum, finnur hann upp á Viktor. Þetta er flott spilamennska hjá Þrótturum en þeir eru ekki að komast neitt í öllin og Þórsarnir eru bara upp á þá. Þeir eru komnir mjög margir fram, þetta gæti losað uppi fyrir Þrótturna. Krauk kemur með skiptingana yfir að Sigurstein. Hann gengur upp. Þetta er vel varist hjá Þórsunum og vel gert hjá Eiríki Blöndal þarna. Vegna þess að ég hefði ekki komist inn fyrir. Aukaspyrna fyrir Þróttara. Á mjög tilum stað, þeir eru klárir að fara að senda boltann inn fyrir. Birkir Björnsson tekur spyrnuna. Þetta er eftir bolti en hann er aðeins og langur og Þórarnir fá markspyrnuna. Aron Ingi Magnús kemur hérna með skiptin yfir, þetta er flott skýring. Þórarnir ætla núna aðeins að ná aftur kontról-leiknum eftir að Þórarnir eru búin að vera með að svolítið setja mínúturnar. Hérna kemur ágætisbolti inn fyrir en hann er rangstæður. Rafael Viktor var aðeins fljótur á sér og endur rangstæður. Þróttar að taka öfnuna fljótt. Hlynur Þórhallsson hérna með boltann, rekur hann upp Hlyn, Finn Birki Björnsson út í hólmæðin. Þetta er
Vel lokað hjá Þórsurum. Svona ná aftur boltanuna út á Rafael Viktor sem gerir þetta vel, kemur boltanum, þetta er góð fyrir en vel var í honum hliðinni og hjá Þrótturunum. Flott hjá Þór en enn og aftur ekki alvöru tækifæri að koma úr þessu. Þetta er allt flotta sóknir en hingað til almennileg færi. Kristoffer með innkast, þetta er glottur snúningur, þetta er góð bolti fyrir en skallinn er alls ekki of góður. Hér er Eiríkur Blönd með innkastið yfir á Hlyn sem hann skapar á boltanum upp. Það er við bakið en það er ekki dæmt. Þetta var mjög vel gert hjá honum af Birki vegna þess að ef hann ekki verið fljótur á línunni þá hefði hann Sigurður Steinar verið kominn í gegn og það hefði alveg eins getað endað með marki. En þótt hann vinna hérna strax aftur taka, kom hann niður á Þórhall og leikinn aðeins aftur niður. Það kemur aftur hérna út á skóla. Kemur með langan upp á Viktor. Vinnur boltann ekki. Vel unni hjá hann liðin. Emil Skúli fær boltann alla leið niður. Þórir með einn langa fram. Góður skall hjá honum Ími. Aron Ingi gerir en missir boltann. Þróttar hann dæmir ekki hérna. Fannardal komin í góða stöðu. Ágætt skot, nokkuð vel varið hjá Þorli. Þetta hefur verið stór ákvörður fyrir dómarann vegna þess að Þórsarinn koma í mjög góðan séns ef að Þróttarinn bara hættu, héldu að þeir myndu fá aukaspyrnuna, svo var ekki. En hér koma Þórsarinn aftur. Ingimar með boltann. Kemur hann undir, boltinn kemur fyrir. Rafael Viktor flikkar honum áfram. Þetta niður fyrir hann fall og hann kemur boltanum strax í leik. Góður boltana upp. Steinar. Þó sem koma boltanum strax aftur til Fannadaði með boltan. Kemur hann inn fyrir Aron. En þetta er ógætlega leist hjá Þrótturunum. Viktor reynir að flikka hann í gegn en Þórsarinn vinna bara strax aftur. Þórsarinn er komnið með smá kontúr hérna yfir leiknum eins og staðan er núna. Aron er komin hérna upp. Finnur fann aftur niður. Þetta er vel undir baka. Kári hérna með boltan. Aði og föss sending þannig honum. Kári var mjög góð sendingu. Alveg ekki með nógu sendingu þarna. Þórsararnir eru hérna með boltan. Það kemur langur bolti fyrir. En þetta er vel gert honum Birki Ísak Daði. Þeir eru undir smábreyðu, þeir leysa þetta ágætlega með því að sparka honum. Þórsararnir ásamt bara boltanum aftur. Og þetta er innkast Þórsararna. Þróttur vinnur samt hann strax tilbaka með hann en hann fer út í innkast fyrir Þrótt. Þróttur hérna. Góður bolti fyrir hjá Þórsurum en Þórður setur hann upp.
Þetta er góðum tjánum Eiríki Blönd, hann var aðeins og seinna framkvæmsamt og Þróttar að fá á sig rangstæði. Árni Elvar hefur boltan, senda hann á Bjarka Þór, kemur hann út á Ími með bara boltan í svæðið. Það var einn þar en hann væri hann strax aftur. Góður bolti inn fyrir Aron, en þetta er góð tækling hjá Hlyn og Þróttur fær markinu. Frábær tækling hjá Hlóransinni. Hlyn rekur hérna boltan upp, ekkert opið þannig að hann fer tilbaka og Þórður með langan bolta fram. Aðstoðardómari bakar rangstæðu en hann leyfir þeim að halda áfram og Þróttur vinnur boltan. Kári með boltan niður á Hlyn, út á Emil. Þróttur að ná á róa þessuna. Þós er að nýta upp. Þórhallur með boltan. Með góða boltin að Korra sem að hér er síðan Aron fyrir Þórsarana. Kemur hann út á Fanna. Boltin kemur hérna við markið, þeir eru aðeins að spila sig og góð hugmynd hjá Þórssonum en aðeins á föst sendingin fyrir Þróttur á hérna markspyrnu. Hlýr með boltan upp, þetta er strax unnið aftur á Þórssonum en Þróttur vinnur hann tilbaka. Gert hjá Jörgun, þetta er góð tækling hélt ég en dómarinn dæmir aukvinnu. Svo kemur boltanist til leik á Eirík. Út á Emil Skúla. Kemur með boltan fyrir, hann er aðeins of fast og kemur til Arons. Aron ekki búinn að koma með boltan í smá stund, var mikið í boltanum í byrjun leiks en Þór bara búinn að vera hans framar á vellinu síðan en hérna snertir hann strax aftur. Aron byrkir boltan. Kemur honum út hérna. Þór að halda ágætlega í boltan. Þróttur er ekki að setja neina á. Leyfa þeim aðeins að koma upp völlin áður en þeir negla á þá. Þeir kemur bolti út. Vel spila hjá Þórssonum. Ágætlega tilbaka, en Þórssonir vinnast aftur hérna. Aron með boltan út á Ími sem kemur fyrir, þessi bolti lítið ágætlega út og þetta er alvitt og með ágæti skalla en Þórhallur með hann enn og aftur. Þetta er ekki búið að vera glæsilegt hjá Þórssonum. Þórhallur er samt búið að vera á bakvið öll hingað til. Við hérna upp á kantinu. Þórsarar vinna það og koma þá hérna upp völlin og græða enga á því. Boltinn hérna út á mig kemur upp. Þetta er ekki góð bolti og Eiríkur vinnur boltan og leggur bara á stað. Róar það niður, sendur hann aftur inn, fær hann aftur. Kemur hann hérna út á Birki sem var leitan á völlin. Svolítið lokar, hann leysir þetta ágætlega eftir Emil Skúla. Það kemur hann upp á Eika sem boltinn endar hérna úti hægmiði fyrir Þrótt. Boltinn kemur upp á Viktor sem kemur hann fyrir. Þetta er góð tækling hjá honum Ími og Þróttarnir fá hornspyrnu. Þróttur hérna með hornspyrnuna. Spila hún stutt. Boltinn fer síðan í aðra hornspyrnu. Áhugaverð útfærsla hjá Þrótturum.
býð ekki við því að gera það sama aftur þar sem Þórsson veit nú alveg hvað er að fara að gera. Sýnist ekki, sýnist boltan að fara að koma inn á markmanninn. Og hann gerir það. Þetta er góti og hann endar í hotspinn aftur. Eftir skot frá Jörgen sýndist mér. Það voru alveg þónrir bæði Þórar og Þórsarar fyrir þessu áður en hann var alveg í netið. Þróttarinn að taka hérna aðra horninu, þriðja og það er engin árás frá Þróttarum og nú kemur Þór á skinnunni en þetta er ekki góð bolti og Eiríkur Blöndal étur þetta upp. Kári með boltan, finnur Emil, kemur honum hérna út vinstra megin Þróttarana. Þórar keyra hérna upp í kantinn. Þetta er góður bolti inn fyrir, góður bolti inni. Hann dæmir víti á þetta. Ég held hann sé að dæma á hendi. Sá ekki á hvern. Þetta er stór dómur hjá dómaranum. Honum Þórði. En það er Rafael Viktor sem stígur á punktinn. Aðeins úrhallur á milli hans og fyrsta mark Þórsara á þessu tímabili. Hann spjaldar hérna Viktor And fyrir kjaft. Hann vill ekki heyra hvað Viktor Andri hefur verið að segja. En Rafael stígur hérna upp á punktinn. Og setur hann miklu öryggi. Leikarinn sem var fenginn frá Njarðvík er fyrstur á blað á þessu tímabili fyrir Þórsarana. Það fagnar hérna með Þórsarunum sem eru komin langt frá Akureyri. Þeir eru nú nokkru hérna. Og hér eru Þórsararnir 1-0 yfir á móti Þrótti. Það var búinn að vera ágætlega jafn leikum á þessu. Hvorugt lið með risastórt fyrri en það gerast nú varlættari en á vítapunktum. En tökum ekkert af honum Rafael sem slúttaði þessu frábærlega. Og byrjum hér aftur. Eiríkur Blöndal með boltann úti hægra megin niður á hlinn. Boltinn kemur upp á Kára sem finnur Stein, nei, hann er rangstæður. Þetta var góð gott hlaup. Annarkvort var Sigurðssonar aðeins of snöggur á sér eða Kári aðeins of lengi að senda boltann. En Þórsararnir eru hérna með óbeina aukaspyrnu, taka hana. Munum við sjá hvernig Þróttur bregst við að fá þetta mark í andliti víti. Þeir allavega voru vélega óstum með. Og sjáum hérna við unnið tilbaka frá Rafael Viktor. Klárlega komið með mikið sjálfsöryggi eftir að koma á blað á tímabili. Þetta er vel gert hjá Eiríki sem finnur Jörgen. Kemur út á byggi. Sem að kemur með ekki góða sendingu. Þetta er vel gert hjá Kristoffer og Birk brýtur hérna á honum. Kristoffer komið fram í ágætu stuð. Birkir að sleppa við spjald hér. Einn spjaldið sem er komið í þessu leik er á Viktor Andra leik Þróttar fyrir kjaft eftir að Þórsarar fyrir víti sem að hann var ósáttur. Þórsarar tilbúinir að tæsa aukaspyrnu, boltinn kemur fyrir og
Það er dæmt á einhver. Það var einhver af Þórssonum hana fyrir innan. Og Þórhallur að leita þegar komur snöggt í leik sem hann gerir. Þetta er bara ekki nógu gott á Þrótturunum. Þeir eru ekki að svara nógu vel. Þórssonarnir fá þeim bara boltan strax tilbaka. Aron Birkir með boltan. Vinnur í mig úti. Viktor Andri setur svona en Aron Birkir með langa bolta. Boltinn endur á Fannari kemur honum upp í efstu línu á Ingmar en þetta er vel gert hjá Emil Skúla sem að hreinsar þetta í bili. Sigur með eiginlega bara sendingu tilbaka. Boltinn endar hérna út á Fannari sem kemur með boltan inn á Fall Viktor sem að er rangstæður. Kári með boltan hérna út á Birki sem kemur honum upp á Ísak. Boltinn kemur aftur hérna niður. Þetta er vel gert á Birki að hala í hann eftir rennitækningu frá Ingimari. Hlynur ískaldur á boltanum. Boltinn endar síðan niður hjá Hrolli. Innkast hérna fyrir Þróttara. Boltinn inn á miðjuna. Kári kemur honum fram hjá Þórssonunum en það er tekið af honum boltan. Boltinn er sklaður beint tilbaka á Þórssonum af síðanari. Útna á Ími sem kemur boltanum upp á Birki sem kemur honum upp efstu línu á Ingimar en Hlynur rífur hann niður. Sprot og síðan er Kári Kristjánsson sestur hérna í við. Vonandi er allt í lagi með hann. Ekki búið að kalla á. Nei, hann stendur hérna upp og labbar þetta bara að sér. Þannig komum boltanum inn í leik. Þetta er þröngt svæði enda að missaði boltan. Bolt kemur hérna upp á Sigursteinar sem að er með var með leik inn á teig en hann fiskar þó hornið. Þróttarar með horn hérna hægra megin. Það er líklega Birkir Björnsson sem er með innsvingtur á markmann. Og þetta er fínasti bolti en vel gert hjá Aron Birki sem að hélt þessu úti. Þessi var nú bara á leiðinni innstæðis mér. En grjóthörð tækling hjá Steinari og svo er að vinna innkasti. Svo er að vinna 1-0 en búnir kannski að vera betri aðeins. Þróttur eru nú ekki búin að mikið verri, eitthvað verri en þetta er frábær tækling hjá Jörgen. Ísata hérna niður með boltan, hann endar hérna hjá Emúla og Hlyn sem sendir hann upp í á engan. Birkir Björnsson hérna kominn hægra megin. Spurning hvort að það sé bara tímabundið eftir hornspyrnuna áðan eða hvort að hann og Eiríkur Blönd séu bara búin að skipta kant en þessi bolti var náð því að haldast inn á endant í innkasti hjá fyrir Þrótt. Betur fyrir Þrótt þess að alls hefði fyrir hann verið komin í frábæra stuð. Emil Skúli hérna með boltan út Birki sem er komin aftur vinstra megin. Hlynur hérna með boltan kassar hann niður á Kára. Þeir taka hérna smá sendingar á milli sín og síðan er lokið á Kára.
Kári hérna kemur bara strax í leik. Boltinn kemur hérna út á Eirík. Finnur Hlyn aftur. Hann ekkur fyrir Viktor. Þetta er flottur kloppi hjá hann en varist hjá Þórssonum og hér geta þeir sótt hratt. Þetta er frábær bolti inn fyrir Akimar. Svolítið utarlega. En er hérna í góðri stöðu til að gera eitthvað. En þetta er vel varist hjá honum Emil sko. Þórssonur er búinn að sýna henni í þessum leik að geta klárt sótt hratt ef Þróttur fer með of marga fram. Fiskuðu akkurat lítið eftir svoleiðis. Hérna er það Ímir Már sem stendur yfir boltanum og gerir sér tilbúinn að negla honum inn í. Þetta er góður bolti, vel gert hjá Þórhalli sem að kýlar boltan út. Bolti fyrir næstum tegin, hann kýlir hann aftur. Þetta er mjög vel gert hjá honum Þórhalli. Eins og ég sagði áðan, þeir búið að fyrir utan öslega víti sem að enda markið, þá eru Þórssonur ekki búin að vera með frábær tækifæri en alveg nokkuð skot sem að Þórhallur er búinn að gera vel til þess að halda út úr markinu sínu. En hérna eru það Þróttararnir með innkast. Boltanum er bara neglt fram, hann endar í innkasti fyrir Þórssonarna og síðan er það hérna Bjarki Þór sem að liggur eftir smá innvígi við hann Viktor Andra. Hann heldur upp andlitið sitt og minnur það að Viktor Andri er á gulu spjaldi svo að ef dómarinn hefði fundist eitthvað brot í þessu þá hefði hann geta endað illar en Viktor. En vonandi er allt í lagi með hann Bjarka. Sjúkraþjálfarinn er kominn á völlinn sem verður aldrei góða fréttir en þar sem er höfuðmeiðsli hlýtur það að vera bara vonandi er það bara út af því að það þarf. Sýnist hann við með hann komin hérna út af og við bíðum að dómarinn hleypa honum aftur ná en á meðan að Þór innkastið hann Ingi tekur innkastið upp á Rafael en þetta er að Aron Ingi vinnur aftur hérna Rafael með ekki nógu góða sendingu á hann. Þetta hefði geta orðið ágætis færi hjá Þórssonunum. Hlynur með boltan út á Eirík og hér er það Viktor sem flikkar honum áfram á Sigursteinar en dómarinn bendir á boltan og leiðir leiknum ljóta. Þá eru það Þróttararnir sem eru búin að sýna geta sótt hratt og þeir eru að sækja hratt hérna en þetta er vel varist hjá honum Hlyn. Ímir með boltan fyrir svona. Þetta er vel gert hjá honum Birki, kemur honum upp á Ingimar sem kemur honum bara í stró en hér kemur langur bolti. Þetta er vel gert hjá Emil Skúla en hér er Viktor með lélega sending og hann eins og ég sagði hann þarf að passa, hann er á spjaldi og hér er Jörgen með frábær sendingu og Ísak gerir vel til að halda boltanum. Hér er tækifæri, boltinn kemur fyrir og hér Steinar ágætis skalla en hann Aron Birki var aldrei í neinn vandræðum með það samt. En flott sókn á Þrótti. Þá eru það Þórssonarnir hérna sem koma upp með boltann. Aron finnur Bjarka sem róar það niður sem er kominn aftur inn á völlinn. Ímir hérna úr vinstrumæðin, sett aftur á Bjarka og þá Þróttur aðeins upp. Þetta er ágætis að hjá þeim en Þórsarar þá með bolta og síðan kemur einn hérna langur frá honum Aroni.
Kérna út á Kristoffer en endar í engasti fyrir Þróttarann. Leikstoppaður hérna, svo hann getur fengið heima skóna. Leikurinn er aftur í gang. Góður bolti hérna yfir. Sigurinn á mjög hérna en Eiríkur fer inn á völlinn. Kári með boltan. Flottan bolta Ísak aðeins og fastur. Misreiknar hann aðeins hann að Ísak. En hann heldur í boltan. Hann er ennþá í leik. Birkir með boltan fyrr. Það er engin ráðast á hann. Sittur hann tekur hann niður í leiknum. Kemur hann út á Eirík. Sem setur hann upp til línu en það er enginn til að ta mót honum og boltinn endar á Þórhalli hinum megin á vellinum. Og Þróttur skýr aftur. Emil Skei rekur hann upp völlinn. Þeir eru að ýta hátt upp núna Þróttararnir. Þannig að þeir þurfa að passa sig að missa ekki boltan. Við sjá nokkur sem í þessum leik að Þórsararnir eru nokkuð góðir í að sækja hratt. Þróttur klárlega vill ná ein marki fyrir hálfleik og Þórsararnir vilja það alls ekki að fá eitt mark fyrir hálfleik. Það getur nefnilega breytt öllu mómentinu fara inn í næsta hálfleik. En hér eru það Þórsararnir. Klukkan slær 45. Sjá hversu mikið dómar ræddi við. Þetta er góð tækling hjá Þórsarunum og þeir halda þessu meira þess að inn á og fer út í innkast. En góð sókn hjá Þrótturunum rétt hérna fyrir hálfleik en frábær tækling. Þróttur kemur hérna upp hægriktinn, bolti fyrir, Aron með boltan hjá Þórsarunum, kemur með flottan bolta hérna upp á Rafael Viktor sem sækir hratt sem við vitum að Þórsararnir geta gert vel. Hann keyrir hann inn á fær bara að hlaupa með hann, finnur Ingimar en frábær tækling hjá Hlyni. Frábær tækling. Rafael Viktor beið gríðarlega lengi með að senda þennan bolta. Hlyn var búinn að lesa það. En núna eiga Þórsararnir horn hérna rétt fyrir hálfleik. Boltinn kemur hérna fyrir og þetta er hreinsað hjá honum Eiríki Blöndal. Og síðan kemur bolti hérna vinstra megin. Birkir er með, hann er réttstæður. Kemur bolti á Rafael Viktor sem að skallar hann rétt svo framhjá. Dauðafæri og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks.
Þróttarar byrja hérna með bolta í seinni hálfleik. Það er ein breyting á Þróttaraliðinu. Kristófer Moises kemur inn fyrir Viktor Andra sem var á gulu spjaldi og var búinn að fara í nokkrar hættulegar einvígi allavega. Þetta er strax hérna flottur bolti upp á Sigur Steinar fyrir Þróttarana sem fer vel inn á teiginn. Hann heldur áfram en missir boltann og boltanum er hreinsað út í innkast. Þróttararnir taka hérna innkast hægra megin. Boltinn kemur niður á Hlyn, fer síðan enn lengra niður á Þórhall. Þórhallur kemur boltanum hérna aftur á Hlyn. Hlynur upp línuna. Þórsarar við boltann hérna tilbaka. Þetta er velgert Kára og Eirík Blöndal sem að vinna hann aftur og þetta er flott bolti hérna aftur á Sigur Steinar sem að kemur bara boltanum fyrir. Þetta er flottur bolti en enginn að ráðast á þetta hjá Þrótturunum og Þórsarar sleppa við eitt annað tækifæri upp hægri kantinn og byrja að vera hérna fyrir Sigur Steinar í sinni hálfleiknum. Hér er það Ingimar sem sendur hann upp á Christopher sem kemur boltan fyrir og Rafael flikkar hann áfram en þetta er hreinsað hjá honum Eirík Blöndal og Ísak kemur síðan í veg fyrir þessa sendingu á honum Ragnar Lab og það er Christopher sem er með einstegjarna megin fyrir Þórna og Rafael við fær boltan. Boltanum er hérna bara sparka aftur til Þórsarana frá Þrótturunum og Þórsararnir reyna að halda aðeins í boltan. Þetta er ákveðið að varist hjá Þrótturunum. Þeir reyna núna að halda aðeins í boltan. Kári kom með. Þeir reyna að sækja að boltin kemur hérna út á Hlík, finnur kraftur. Þeir rúta niður með að senda aftur niður hérna á Hlín. Kemur hann út á Hlík. Þetta er vel gert hjá Birgi sem kemur ekki með frábæra sendingu en fær hann aftur hérna. Hleyp upp hérna vinstri kantinn og honum er bara svolítið leyft að hlaupa upp og reynir að gefa hann fyrir en þetta endar í innkasti fyrir Þróttarana. Flott hlaup hjá honum Birgi. Hann sendur hann bara hérna strax á Ísak sem að missir boltan, vel unnið hjá Rafael Viktor og hérna koma Þórsararnir á hlaupa sem er að vera mjög hættuleg í leiknum en virkilega vel gert hjá Emil Skúla þarna. Kristófer með innkasti hérna upp á Ingimar sem að passar að boltinn fari ekki út í markspyrnu en gefur hins vegar Þróttararnir bara beint boltan en Þróttararnir skilja þeim bara boltan aftur. Þóttararnir eru klárlega að halda meir í boltan í þessum seinni hálfleik en Þróttararnir búin að fá annað 2 ágætis stöður. Kári pikkar upp boltan hérna á miðjunni en hann finnur Ísak sem að gerir það vel og boltinn endar hérna hjá Sigur Steinari á hægri kantinum og annar slappur bolti fyrir en enn og aftur enginn samt ráðast á þetta og hann Kristófer var bara einn inn í teig. Þetta er innkast fyrir Þróttarana. Þeir vilja fá brotið og hann leikur hérna eftir, hann fannar það en er staðinn aftur upp og leikurinn heldur áfram.
Boltinn upp í efstu línu Kristoffer en hann missir hann strax. Einhver að reyna á kontról á boltanum en hvorugt að ná því og boltinn endar hérna í öðru innkasti Þróttara. Emil Skúli hérna með boltan kemur með tæpa sendingu en Birkir Björnsson reddar þessu. Boltinn endar hérna niðri hjá Þórhalli sem kemur með langan upp og út af. Ekki frábær bolti hérna á Þórhalli og Þórsararnir vinna bolt fá innkasti. Það eitthvað vesen hérna á línudóranum. Leikurinn stopp þess vegna. Sýnt hann vera að fá einhverja hjálp frá sjúkrateymun hjá Þórsarunum og hann var að hlaupa út á völl en kemur tilbaka og nú sprettir hann aftur yfir á sinn stað og við erum vonandi að geta haldið leik áfram. Ímir hérna innkastið upp. Þetta er smá fjallatennina á Þrótturunum en boltinn endar hérna úti hægra megin hjá Kristóferi með boltan inn á Ímar sem ger vel í að þetta er ágætis skot sem fer í Þróttara og út. Það var nokkuð vel gert hérna á Ingmari fiskaði næstu í víti eða snertingi verið meiri en hann stóð í lanar og Þórsararnir fá horn út úr þessu. Hornspyrna yfir hérna fyrir og endar í innkasti fyrir Þórsararna. Boltinn hérna upp í áttuna Kristófer, Þórsararnir vinna hann strax tilbaka og hann dæmir ífu hérna á hann Aron Inga og spjaldar fyrir það. Þetta er á 1-2 spjöldin í þessum leik eru búin að vera fyrir kjaft og fyrir díu. En Þróttararnir koma boltanum hérna aftur
aftur í leik, Hlynur með ekki fara sendingu, bara beint á Þórsarana aftur og Þórsararnir róa þetta niður og það kom honum strax aftur upp í áttina að Fannari sem að gera þetta vel en Aron er rástaður. Fína stolti hjá honum Fannari en Aron hefur alveg verið rétt fyrir innan. Þórhallur tekur hérna spyrnuna uppvöllin í áttina að Kristóferi. Kári vinnur lausaboltan. Endar hérna úti hjá Ísaki, aftur niður á Birki sem finnur Emil Skúla. Þróttarar halda hérna aðeins í boltan. Kári kemur og pikkar hann upp djúpt. Hlynur með hörmulega sendingu beint á Rafael Viktor sem að finnur annar komin í ágæti stuðu en varði síðan hjá Hlyn sem að átti þessa stuðu en Þórsararnir vinna hérna horn. Þórsararnir taka boltann fyrir en þetta skallaði burtu frá Eiríki en skalla aftur strax inni og beint á Þórhall sem að samar þetta. Kemur boltanum strax í áttina að Ísaki. Býsti við að þessi bolti átt að fara en hann fór bara beinustu leið út af. Ekki gott stanna hjá Þórhalli. Baráttan á milli Ingimars og Birkis og Þórhalli gerir vel. Kristófer þetta frábært, hann er komin inn fyrir en þetta er vel gert hjá Kára Kristjánsssyni sem kemur í veg fyrir stórhættuleg færið þannig hjá Þórhallnum. Mjög vel gert hjá Ingimari og Kristóferi upp hann að hægri kantinn hjá Þór. Þórður til hann tilbaka fyrir augun og Þróttur kemur strax í leik. Hlynur hérna með boltan í eftirstu línu. Kemur með ekki góðan bolta inn fyrir. Veit ekki hvernig var að leita þarna, hvort að hann var að búast við að setja færa hlaupið eða hvað, en hann endaði bara beint hjá Aron B. En Þórar eru hérna með boltan. Bolta ágætlega í hann. Hér er það Eiríkur sem finnur Steinar. Vel gert hjá Jörgen, ískaldur það Kári með hann, finnur Birki úti vinstra megin sem vill rekja hann aðeins upp og það er góður boltina inn fyrir. Boltin kemur fyrir, hrekkur að Jörgen sem er með tegna fyrir utan teig og þetta verður að engu hjá Þórunum en Þórsarar geta sótt hratt núna eins og þeir eru búin að vera að gera í þessum leik en þetta er vel vart hjá honum Emil. Og hér tekur Birkir hann niður og kemur þessu bara í spil. Finnur hérna með boltan, finnur Sigursteinar. Sem var honum alveg hérna niður á Þórhall. Sem að neglir honum hérna út vinstra megin á Ísak sem getur tekið hann með sér og hann gerir það. Hann dæmir á þetta. Hann dæmir hérna peysutögg og spildar Ragnar og það fyrsta spildið í þessu leik fyrir brot. Þriðja stig í leiknum en fyrsta stig í leiknum fyrir brot.
Þórsararnir eru komnir hérna langa leið frá Akureyri og eru klárlega að láta heyra í sér. En hér er skipting hjá Þrótturunum. Konstantín kemur út af og Brynjar Gautur Harðarson kemur inn á, uppalinn Þróttari 2014 og þetta er frábært tækifæri fyrir Emil Skúla sem að skýtur rétt svo framhjá og hér er Arngeir að kvarta yfir hverju en þetta var frábært færi fyrir Þróttarana til þess að koma aftur inn í þennan leik. Eru ekki búin að vera vaðandi í færum í leik en þetta hlýtur að vera þeirra besta færi hingað til. Hér dæmir Þórður brot á Jörgen, sýnist mér. Rafael Viktor fiskar þetta, Jörgen fer í bakið á honum. Þórsararnir komið sér strax í leik hérna. Þetta er vel gert hjá Þórsararnum og þetta er hornspyrna. Þetta er aldrei brot, hann missir jafnvægi þarna, hann var ekki að fiska eftir neinu held ég, hann bara missir jafnvægi. En Þórsararnir með eitt annað horni, ekki búið að vera mikil hætta í hornunum hingað til. Hér kemur boltinn fyrir, það er smá misskilningur þarna og boltinn endar í hornspyrnu. Þetta var ágætistækifæri. Ragnar Óli átti held ég einu snerting Þórsara fyrir Þróttara en ekkert úr þessu. Hér er aftur góður bolti fyrir en nú eru engin misskilningur og Þórhallur gripur þennan bolta og kemur boltanum út vinstra megin á Birki sem gerir nóg til þess að boltinn enda á Ísaki. Rótanu finnur Brynjar hérna fyrstu snertinguna sína í leiknum, kemur niður á Emil Skúla. Brynjar tekur hérna sæti neðalamni meðan Kári færist ofar. Smá breyting þessa skiptingu. Hér er Emil, finnur Birki út í vinstra megin sem að reynir þetta á Ísaki í gegn en hann er aðeins of fastur. Þórararnir koma hérna boltanum í leik. Rafael Viktor vinnur hann skallabolta en Hlynur kemur hann út á Eirík, boltinn inn fyrir á Kára en aftur aðeins of fastur. Búið er að svolítið sagna fyrir Þróttara, seinustu nokkra snir, aðeins fastir boltar. Þeir myndu ná að vikta hana aðeins betur, þá myndu þeir ná að skapa aðeins betur tækifæri en Þórsararnir hérna með boltan, rólegir á honum en hjá Aroni sem neglir honum upp en Birkir og Ingvar í smá eigi og den endar hjá Emil Skúla. Hlynur hérna með boltan. Þórhallurna ákveða hvað hann ætlar að gera og hann endar á því að sparka hann átt í áttina sigur og þetta er í innkasti fyrir Þróttarana. Frábær sending hérna hjá Kára inn fyrir á Sigursteinar sem að kemur bolta fyrir og fiskar hornspyrnu. Rigningin hætt hérna í Laugardalnum og það er þess að komið smá sól á Þróttarmarki. En hornspyrna hérna hægra megin fyrir Þróttarana. Birkir Björn, vinstri fótamaður, tekur innsving hérna. Þeir þjappa á
markinu. Boltinn á klárlega að fara í áttina þangað. Boltinn kemur á stöngina en er til frá og hér koma Þórsararnir enn og aftur á hraða upplaupi en þetta er ekki góð tækling hjá Birki og hann er að fá hérna gult spjald. Alveg pjúra. Sýnt þetta að vera Fannar sem að var brot á, liggur hérna eftir eina fullorðins frá honum Birki og verðskulda gult spjald. Allan á staðinn aftur sem er alltaf gott að sjá. Það er Birk sem stendur yfir boltanum. Býst við því að hann mun koma þessu í spil. Sendur hann hérna niður. Bjarki með hann út á Ragnar sem setur hann beinustu leið niður á Aron Birki. Og þá kemur einn langur frá Ími, reynir að finna hann sem að skar hann bara beint út af. Hlynur með einn bara langan upp á beint á Þórsara. Brynjar við þetta mjög vel en þetta er ekki góð hjá Birki sem er einustu leið út af í innkast fyrir Þórsara. Ennþá 20 mínútur á svo leik og klárlega bætti við sem að þátti aðeins að greiða aðstoðardómarann á hann og staðan ennþá bara 1-0, þannig allt getur ennþá í þessum leik. En hér er það Þórhallur með boltan nærmum upp í áttina Góra, en boltinn fer hérna yfir og Kristoffer sem að fer í einvið, boltinn fer í hausinn á Brynjari. Birkir gerir þetta samt vel, kemur boltanum á Aron. Þetta er vel hjá Eiríki sem samt missir boltan, Aron þegar hann vel tilbaka og þetta er ekki góð tækling hjá Brynjari og Ingimar hérna fannst í hann smána og nú er spurning hvort dómarinn ákveði að gefa eitthvað spjald hérna. Hann er alltaf að tala við Brynjar sem er náttúrulega nýkominn inn á. Spurning hvort hann gefa hann bara smá tiltala það sem eins og ég segi, hann er nýkominn inn á. Nei, hann fær gula spjaldi. Þetta alveg verðskuldað, alveg hróðalegt ting og Aron liggur hérna eftir alveg sára kvalinn. Þá eru Þórsararnir komið með 2 gul spjöld og Þórsararnir líka. Þá þurfa menn að vera ekstra varkárir sem eru á spjaldi en Þórsararnir komið hérna að sækja á boltinn, kemur hérna upp á Fannar sem að kemur með boltan bara beint út af og spinna fyrir Þróna. Emil Skúli sparkar þessu í gang, sendir bara á Þóra sem að finnur Emil aftur og þá kemur eitt langur á Ísak sem að Ragnar vinnur og hér er það Rafal Viktor sem að gerir vel í að halda boltan en Ragnar endar með hann og hér er það Birkir sem finnur Emil er að ákveða sig að gera en finnur góðan á Kára sem kemur hann beint upp á Sigursteina. Gott tækifæri en léleg snerting frá Sigurði og góð tækling. En hér er það þá Rafal Viktor. Þórsararnir geta klárlega hlaupið á þá en boltinn endar hér út
ágætis staða sem var hana fyrir Þróttarana en illa fann með gott tækifæri. Og Þórsararnir eiginlega líka. En boltinn kominn hér í gang og kemur einn langur beint á Aron. Sending frá einum manni til annars. Hér kemur boltinn upp. Góður skalli frá Eiríki og hann heldur í bolta vel lok hjá Fannari og Þróttararnir fá innkast. Boltinn kemur inn á Kára sem reynir að galdra eitthvað með boltan. Kominn inn á upphægra megin. Kemur boltan fyrir. Kristoffer með boltan. Heldur honum vel og fyrst... Nei, það markspyrna. Vel varist hjá Þórsarunum. Fyrsta svona almennilega snerting hans Kristoffer kom inn á, ekki búinn að á sér almennilega inn í leiki. Og Þórsararnir hérna í stúkunni láta ennþá heyra vel í sér. En nú það Ísak Daði og Kári Kristjánsson sem eru að koma út af. Og það Ísaró sem að koma ná ásamt Degi Traustasyni, sýnist mér. En hér koma Þórsararnir og Ingimar kominn inn á upp hægri kantinn. Þetta hreinsaði þetta. Ógætis færi hérna hjá Þórsarunum sem endar í hotspinnu. Hefur farið í Þróttara á leiðinni. En þeir taka þetta bara snöggt. Rafael Virna með boltan. Kemur honum inn fyrir. En þetta vel gert hjá Þórhalli. Og boltin kemur hérna strax upp á Ísaró. Sér nýkominn inn á. Reyna að galdra eitthvað hérna vinstri kantinn. Þetta ágætt bolti fyrir en enginn að ráfast á þetta. Sigurður Steinar reyndar nær honum á Jörgen sem að setur einn hérna bara lengst yfir. Náði ekki að fara yfir varnarnir fyrir aftanmarkið en var ekki langt frá það. Hérna eru Þórsararnir að gera... Nei, það Fannar Daði sem að fara út af. En Þórsararnir koma boltanum hérna í leik. Það Alexander Már sem að kom inn á hérna fyrir svona útvinstriktin. En þetta vel unnið hjá Þróttarunum. Gera þetta vel, koma boltanum hérna út vinstra megin á Birgi sem finnur hérna Ísaró. En línudómarinn hérna innkast og Þróttarnir ekki sá við það. Ragnar kemur hérna heldur smá lofti og sparkar hún síðan upp. Rafael Viktor gerir þetta frábærlega. Og síðan það hérna Birgir með boltan. Finnur í mig út í vinstra megin. Það ekki góð tækling. Og Dagur hérna nýkominn að næla sig í spjald. Það tveir leikmenn sem komnir inn á miðjuna, Brynjar og Dagur, sem búin að næra í guldspjald. Þróttararnir búin að vera svolítið að stíga hérna ofan á Þórsarana, að láta það fyrir sér. En það Þróttararnir sinna boltan tilbaka. Þetta vel gert hjá Kristoffer sem að algjörlega rifinn niður af Birki. Hann að fara nælir hérna í
annað guðspjald. Þetta að safnast upp. Kom þó nokkur guðspjald leiki núna. En þá það þannir sem að ætla að setja þann bolta inn í sem er. En þetta góðu bolti á Emil. Og síðan það Birkir sem tekur bara skotið. En þessi endar bara á bílastæðinu hérna fyrir aftan völlin. Ekki frábært skot. Og þannig að setja pressa á það en þó svona leysur þessu. Með boltina fram og Hlynur mig reikna boltan og Ralf Viktor komin í mjög góða stöðu. En þetta vel coverað hjá Hlyn. Síðan það Brynjar sem pinnu upp. Það brotið hérna á degi Ragróli sem að bítur í allt en þetta var aldrei spjald þannig leikurinn heldur bara áfram. Þá það Birkir sem finnur Hlyn sem sendir hann niður á Þórhall. Og þessi hérna yfir Ísaró. Þetta búið að vera ágætlega jafn leikur en ekki gríðarlega mikið af færum. Eina markið sem kom í þessum leik var vítaspyrna hjá Rafael Viktori. Og núna Þórsar að undirbúa tvöfalda skiptingu. Það Aron Ingi og Árni Elvar sem fara hérna út af vellinum. Aron Ingi og Árni búnir að vera flottir. En hérna koma Þórsararnir og inn á fyrir Þórsara komu leikmennir Elmar og ég segi nú Birkir og Hermann sem að komu inn á fyrir Þórsarana fyrir Árna og Aron. Rúlega. Ok. Þórsarar halda hérna í boltan, komunum bara alla leið niður. Að reyna að Þróttarana að sýta upp áður en þessi bolti kemur. Þetta góðu skalli hérna hjá Alexander. En ekkert kemur úr í. Síðan vinnur Birkir hérna en kemur með lélegan bolta. Ingimar í fremstu sem að kemur með góðan bolta en Ástofur út á hægri kantinum. Hann vinnur að finna út réttlætingu, kemur með að spá. En það hann Þórar sem að handsamar þennan bolta. Línur hann boltan upp á Kristoffer sem að touchar hann vel, Brynjar út á Jörgen sem að setur hann aftur niður á Emil sem að setur hann upp með hann á Ísaró sem að ekki að taka mótum. Og hér Ragnar með hann upp. Boltin endar hérna hjá Birkir. Kemur með boltan fyrir Ákrif. En þetta vel unnið hjá Alexander sem var að koma inn á. Hér það Hlynur sem búinn að eiga í svolítið vandræðum með Rafael Viktor í leik. En hér það Þórsarar. Og þetta gert hjá Eiríki þar sem hann vinnur boltan og fær yngsti. Hér það Dagur sem missir strax boltan. Og þetta yngst fyrir Þórsarana. Ágætlega gert hjá Hlynna. Þórsararnir ná hérna boltinn kemur út á Kristoffer sem að gera vel en missir hann út af. Það umlega 6 mínútur eftir venjulegum leiktíma og eins og ég myndi á áðan líklega eitthvað bætt við.
En hér er Þórhallur sem er hvað hann ætlar að gera fyrir Brynjar sem kemur ekki með góðan bolta sem endar hérna hjá Rafael Viktor sem að þetta er gott hlaup en nei, heyru, hann misst bolta Þórhallur og dómarinn dæmir hérna að Þórhallur hafi verið komin með boltan. Það hafi verið ólögleg spyrna hjá Birki en mjög gott hlaup hjá honum og var náttúrulega að klára færi en Þórsar þurfa samt að passa sig núna út af því að staðan er bara 1-0 og Þróttur getur klárlega stólið inn markið hana en nú er það Emil Skúli sem er með boltan. Þórsar setja mikið pressu en þá geti völlurinn aðeins opnast fyrir á en ekki búin að kaupa sig í smá vandræði, gerir það samt ágætlega, snýr og missir hann á endanum, Ingimar hérna, en þetta er vel gert hjá Hlyn og Þórhalli að halda honum á. Birk hljóp sig í svolítið fræði þarna, hefði það senda nokkunum án þess að snúa sér í hringið þarna. Þórhallur setur boltann niður, Þróttur eru aðeins búinir að ýta upp, skiljanlega þar sem þurfa að sækja mark. Brynjar nær boltanum hérna, kemur hann niður á Emil. Hann finnur Ísa úti hérna vinstra megin. Hann tekur á rás. Finnur Jörgen á miðjunni. Finnur Eirík, sendir upp á Kristoffer sem heldur honum en vel gert hjá Birgi Ómar sem var að koma á að halda við Kristoffer. Þetta er vel gert að vinna hann tilbaka og þá koma Þróttarar aftur bara ná einum marki til þess að labba héðan burt um þess að hafa tapað. Það er smá klásinn í tegnum, Þórsararnir ná að hreinsa hann. Boltinn kemur upp í áttina að Rafael Viktor en Brynjar Gaut gerir vel og losar hættuna í bili. Þessu sinni er að leika Þróttar númer 25, Hlynur Þórhallsson. Hann var með Rómarstart. Svo var verið að segja í stúkunni að maður leiksins hefur verið valinn og það er leikmaður Þróttar númer 25, Hlynur Þórhallsson. Búinn að halda vel í Rafael Viktor og þar sem Þórsarar komu klára inn sem miklir favorites þá hefur vörnin hjá Þrótti gert bara nokkuð vel að fá bara sig eitt mark og ekki mikið en hérna kemur Sigur Steinar upp í kantinn og kemur með boltan fyrir en það var Dagur og Kristoffer sem að tóku heila sama hlaupið á vítapunktinn og boltinn kom á næstinguna en hér er Rafael Viktor og Þórsarar er að koma á hlaupinu. Þetta er frábærlega varist hjá Emil Skúla. Og hér er það Jörgen. Sem finnur Dag sem kemur ekki með frábærstíku en Hlynur kemur og slar þetta burt en bolt endar hérna hjá Þórsunum. Alistair missir boltan. Boltinn finnur hérna út vinstra megin, endar hjá Ísaró sem fílar stöðuna 1-1, fer inn á hægri sína, sparkar boltanum yfir en hann endar hjá Sigurði þótt fyrir að Þórsar komst hann á milli. Boltinn endar hjá Kristoffer, hann er niður og dómarinn víst ekki að það. Leikurinn er áfram. Og þá koma Þórsararnir á hlaupu. Þetta er vel gert Rafael Viktor en frábærlega gert Hlyn sem hann kemur ekki með frábæra bolta en Ísaró endar hérna með hann úti frá megin. Dagur með boltan, finnur Hlyn. Þróttar að halda hérna í boltan. Tími fer samt að ranna niður. Við vitum aldrei hvað dómarinn bætir við miklu. En ég myndi nú búast við að það yrði alltaf kannski svona 6 mínútum með við þetta aftökarna hjá
línudorunum í byrjun fyrra leiks og nokkur spöld sem hafa verið gefin. En Þróttararnir bara rólegir hérna á boltanum, eru ekkert að drífa sig. Þeir ekki vita það líka að það mun eitthvað vera bætt við. Boltinn endar hérna vinstra hjá Birki sem að kemur með átis bolta fyrir. En boltinn endar hjá Ingimar sem að neglir honum bara upp. En það er Hlynur sem kemur með frábæra tæklingu. Er að landa fyrir sínu að vera maður leiksins sem er bara eiginlega búinn að spila betur eftir að hann var útvalinn maður leiks. En hér er Aron tekur upp boltan, leggur hann bara niður, ekki að drífa sig, sérlega kemur langan hérna í 8. raðalvittóri sem að hálf vinnur það innvíi. Sigurður Steinar likka boltanum ágætlega áfram en Kristófer var bara ekki vakandi það. Aron Birkir tekur upp boltan og reynir að drepa einn mikinn tíma og hægt er af klunni. Þetta fer svona allt að stefna í það að Þórararnir fari sáttir heim. Þeir eru hálf byrjar að fagna í stúkunni. Búnir að taka langt ferðalag hérna frá Akureyri og fara sáttir heim. Ég veit að enda svona en leikurinn er nú samt ekki alveg búinn en þá eitt mark í þessu. Birkir hérna með boltan úti vinstri megin. Endar hérna niðri hjá Þórhallur. Þróttararnir virkir að þau fara að koma boltanum upp sem þeir gera hérna. Vel unni hjá Sigurði. Kristófer er kominn í gegn. Hann setur hann niður og hann kemur fyrir og þetta er mark! Þróttararnir eru hérna að jafna á seinustu sekúndu. Jörgen Pettersen með flautumark. Þetta er alveg ótrúlegt. Þróttar litu ekkert út fyrir að vera að rífa sig eitthvað. Síðan kemur einn bolti hérna inn fyrir á Kristófer sem að gerir þetta frábærlega. Kemur boltanum fyrir á Jörgen sem að klárar þetta í eitt markið. Kristófer ekki búinn að koma sér almennilega í leikinn fyrir þetta atvik en þetta er eina atvik sem skiptir máli fyrir framherja eins og hann. Þú þarft ekki að vera ekki í boltanum en þegar það skiptir máli og þú er fyrir frammarkið þá eina sem skiptir máli er að boltinn endar í netinu. Núna eru Þórsararnir koma aftur, kemur langur bolti hérna í 8. raðalvittóri. Boltinn endar hérna hjá Impúla sem að neglir honum fram. Það er smá skallatnis í gangina. Þróttararnir bara sáttu við það að boltinn svara í loftinu. Fara sáttir með stíðana bara. En Sigurður Steinar með boltan leitar af Kristófer sem að er í hlaupinu. Nær boltum. Er hérna 1-1. Boltinn, hann fer ofan á slána. Ertu að grína í mig? Boltinn hrekkur að Bjarka Þór. Fer yfir Aron og endar ofan á sláni. Það er ekki mikið eftir hérna en Þróttararnir eru með hotspinnu hérna. Það gæti vel verið seinasta tækifæri leiksins. Og þvílík stund fyrir Þróttarana ef að þeir myndu ná öðru marki hérna. En boltinn kemur fyrir, hann fer yfir alla og endar hinum með hjá Ingimar og Þórsarar fá innkastið. Einn Skúli hérna hefur niður fengið smá krampa. Dómaranum er alveg sama og lætur leikinn halda áfram. Brynjar Gaut hérna sparka boltinn út af svo að Emil geti fengið hérna smá þjónir hérna frá sjúkrahúsinu sem er loksins kominn. Emil og Hlynur búnir að vera frábærir í viðverðinum hérna hjá Þrótti í dag. Eru svolítið búnir að lúka á Rafael Viktor sem náttúrulega skoraði úr þessu víti en er varla búinn að fá neitt að færi í þessum leik. Og það er samt ekki gott hérna fyrir Þróttarana að Emil
Múndi þetta ekkert meira en bara krampi, en þeir eru að gera skiptingu og Emil er að fara út af og Samúel Már Kristinsson, númer 26, er að koma inn á og þetta er bara til þess að klára leikinn. Þetta er búið að vera ótrúlega spennt í lokin og dómarinn ekkert að flauta það af. Það er búið að vera 9 mínútur á klukkunni í alveg þó nokkurn tíma, en hér kemur Íra alveg á brettunum en er þessu ekki. Ragnar er hérna með innkastið, kastar bara niður á Aron og Aron neglir þessu upp áttina að Rafael. Þetta er smá hrinding í bakið sem að dómarinn sá og þessar að fá hérna aukaspyrnu. Þeir ætla svo sannlega að nýta þetta og setja boltann hérna inn í teiginn. Dómarinn hérna eitthvað aðeins segja um að bakka og boltinn kemur inn í og það er frábærlega varið hjá Þórhalli. Þetta var rosalega stór varsla fyrir Þróttarana og hver veit nema þetta hafi verið seinasta tækifæri Þróttarana til þess að sækja sigurinn hérna. En hér kemur langur bolti fram. Boltinn endar hjá Jörgen markaskora og hann kemur hérna út á Író sem vinnur ekki alveg sprettið. Hérna nær að koma boltanum með út í innkast en þá er það Birkir að taka innkastið úti vinstra megin. Búinn að vera flott í leik á honum líka. Finnur Ísá sem að missir boltan. Þetta er ekki frá en hann uppi, boltinn kýr áttina að Rafael, fer í baki á honum og Hlynur neglir upp og þar með er leik lokið. Frábær leikur hérna á milli Þróttara og Þórsara á Laugardalnum. Flottur leikur bæði hjá Þórsurum en þeir munu vera svekktir fara með jafntefli í þessu leik. Ég get lofað því að Þórsararnir voru ekki að koma alla leið frá Akureyri að horfa á jafntefli. En ég var Kristinn og takk kærlega fyrir áhorfið.